og við erum að finna 0 í þessu, en þá er ég að byrja á því að þátta, það tekja 3x út úr 4, 3x út úr 4, síðan er það inn í 4 verður þá x mínus 2, og ég er að finna, og x eru þá 2 mögulega lausnir, það er x jafnvel x1 x1 það er x1 og x2. Ég ætla að byrja að finna x1 og ég ætla að nota þetta sem x1. Það er þá 3 sinnum 0, því að eina sem getur jafnt að 0 í er 3 sinnum 0, það er þá 3 sinnum 0 sem er jafnt að 0, þá er x1 0, og sem setna þá er það hvað tala mínus 0, hvað tala mínus 2 er jafnt að 0, það er auðvitað 2, það er þá 2 mínus 2 jafnt að 0, þá er x2 2 og takk fyrir mig. Og ég er búinn að setja upp í Jónasarreglu og núna er það þá útreikningar á því, það er þá x jafnt að mínus 2 pluss mínus, það er hérna er það þá mínus 4, en þá er strax hægt að sjá að þetta er ekki hægt út af að þetta er þetta munnstöða, því að það er bara hægt að finna rót af einhverju þegar það er í plús, þannig þá þurfum við að gera gildistöflu sem ég er búinn að gera hér, hérna þá útreikningar, bara að gera í röð, þá skipta út x-inu fyrir töluna vinstra megin, þá 2, 1, 0, mínus 1, mínus 2, það er hægt að gera meira og bæði ekki nógu mikið til að teikna, og síðan ætla ég núna að finna toppunktinn, og það er þá hægt að finna með formúlunni mínus p, þannig að það er þá mínus 2, 2a, þannig að það er 2 sinnum 1,5 annar, og síðan takta þá fyrir x er alltaf vinstra megin, og síðan til að finna er hægt að þá finna það þá mínus b sem er formúlun sem var inn í rótina af, þá þessi b, og það þá mínus 4, og undir er þá 4 sinnum a sem er þá 1, og það þá x er þá jafnt og það er þá x, og þá toppundin er mínus 2, 1, og síðan 4, og þá er seinasta bara að skrifa þetta rétt, það er þá mínus 2 og 2, þetta á x og þetta er og þá er síðan til að finna skurðpunktur ás er það mjög óflókið, þá er það bara 0,7, það er hér 0,4, því að 4 er hér, og síðan þá að finna samhverfu við x ás,
og það er notað sömu formúlu og er notað í toppunktinum. Það er þá mínus 2, 2 sinnum 1 annar og það er þá bara mínus 2, það er ekki að reikna það mikið meira og ég notaði Desmos til að hjálpa þér að teikna eins og þetta sé hér, en það var samt hægt að setja alla punktana inn eins og hérna því að hvert er 2, þá er þetta til 10 og þá er þetta 2 og mínus 2 á x-ás og þá fer maður líka samhverfa okkur hér og þá það er þetta reikna út alla punktana og já, það er þá 8. kafli. Góðan daginn og núna er ég að fara að taka dæmi 4 í kafla númer 1 og í því eigum við að reikna fallgildin fyrir f2, f-2 og f0 og síðan finna út hvaða tölur gera fallgildi y sem er þá mínus y jafnt á mínus 4, þannig þetta er þá y. Ég er þá að byrja hérna megin og færa mig til hægri síðan. Hér skiptir maður bara út x-unum fyrir töluna sem er inn í sviganum. Það sést hér, x er hér en 2, þannig að skipt 2, sett 2 inn og þetta er til að reikna dæmi en það er líka að nota þetta til að finna punkta í hnitakerfi. Þetta er svona það gildistöflu, það er hægt að segja það. Sem þetta og þá verður f2, ég byrja bara til öðruveldi, 4, minus 2 sem 2 er minus 4 og því að minus 3 er bara ennþá minus 3, þannig f2 er jafnt og minus 3. Og síðan hérna þá er það sama hér, bara minus 2, þá bara útreikningar. Það er samt 1 stór munur hér sem kemur eftir smá stund. Það er þá ennþá 4 hér en núna er þetta plús, þetta minus 2 sem minus 2 er jafnt á 4 og þá minus 3, þá er f minus 2 jafnt og 5 og því að núna þá er það 0 þá er það 0 minus 0 minus 3, en hérna skiptir ekki máli hvort það plús eða mínus, þá er f 0 jafnt og mínus 3 og síðan hérna er það að finna út hérna þurfum við að finna út hvaða gildi eða hvað tölur gera fallgildi í minus 3, það er það sem við erum að reikna hér, hérna er reiknað en núna er að finna hvað x-in er að vera. Ég byrja það á því að færa fristinn yfir, já, það bara færa fristinn yfir, þá er það minus 3 plus 3 jafnt og
öðru mínus 2x þá er 0g jafnt og x í öðru mínus 2x og þá þarf að þá finna hvað x er, það er þá taka x út úr svega, það er þá x út úr svega sem x mínus 2 og þá veit ég með x1 og x2 og x1 er þá 0 og x2 eru 2 og þetta er á allt til dæmis sem er hér, hér, hér og hér. Og þá ég er búinn að gera byrjungin upp og það er bara hérna til hliðar en til að byrja með þá ætla ég að finna hvaða hornin eru, þess að finna hornin og grunnlínuna í þessu dæmi. Og til að byrja horn, því að þess að hornin hérna er jafn stór og hornin sem er fyrir jafn 180, þá er það 180 mínus 25 jafn og 1.5 sem 1.5 sem deilum við með 2 og þá fær maður 70 og 7,5. Það kemur þá hér, 27,5 og sem þegar koma hérna, síðan að við nota aðferðina sin af 70, það er þá sin til að finna helminginn af grunnlínu hérna, eins og þegar ég er búinn að skera þetta í tvennt. Sin sem er a, ég ætla að nota þetta hérna horn og sem var sin 12,5 jafnt og það er þá a sem er þessi hérna hlið og 25 til þetta hérna er c-hliðin og síðan og núna þarf ég bara að færa a yfir og sin yfir tilbaka, þá fæ ég a jafnt og sin 12,5 sinnum 25, það er þá a jafnt og 5,41 en ég er með grunnlínuna og það þarf ég að gera fyrir grunnlínuna þarf ég að gera þetta er hálfa breytingu, það er búinn að finna þetta hálfan og það er að gera grunnlína, það er þá a sem er 5,41 og það sem 2 og þá kemur hér, það er að tvöðan á saman stað, það er þá grunnlína jafnt og 10,8 stein og þetta eru svörin og já, þannig reiknar maður út svörin sem að það var þrískipta og þetta eru allir útreikningarnir. Það er að fara með 11 í kafla 11 og það er x jafnt og x mínus x og x jafnt og x mínus x pluss x öðru og ég ætla að byrja á því að finna stigið þegar stafhólfin kemur þegar finna upp í þessu
það fyrir mig að finna það. Þá byggir þetta upp byggir verður ég þá byggja það á RX þess að ég er líka að nota það stafbóna aftur. Bygg er fjórða og stuðlarnir í því eru síðan að ég ekki bara tilbúið fyrir stuðlarla og núna þegar ég byrja og ég geta líka stafbón þess að það er bara létt og ég ætla líka að gera RX þess að þetta hérna er komið á stafbón og það er ekki að bæta næstu þess að þá fyrir það er það þá x í fjórða plus 0x í þriðja plus x í öðru og ég ætla líka bara að gera plus það þarf ekki að gera meira en það fyrst að ég var með það þá stuðlarnir það þá stuðlarnir þetta er 1 0 1 og ég ætla að byrja á að gera samlagningu það er þá PS plus RS það er þá þetta er þá P ég ger það er þá PS plus RX það er þá x í öðru mínus x og síðan x í fjórða plus x í öðru og þá bara fella síðan með niður þá verður það og það er þá x í fjórða plus 2x í öðru mínus x sem ger ég bara svona strika milli þá er hérna og nú ætla ég að gera mínus það er þá x mínus x í öðru mínus x og það mínus x í fjórða og ég setja þetta í svega fyrst að ég þarf að margfalda inn í svegan það er þá núna svega ég þetta bara alveg upp x í öðru mínus x og núna mínus x í fjórða og plus x nei það er mínus x í öðru mínus x í öðru og þá er það bara að tellja saman og þetta enda á að vera mínus x í fjórða mínus x og þegar næsta þegar ég gera margföldun það er þá bara margfalda milli svega það er þá x í öðru mínus x sem hérna x í fjórða plus x í öðru
það fjögur mannskvöldi, það er 1, 2, 3, 4. Ég byrja bara á hvaða mannskvöldi það á F í sjötta, síðan blues, F í fjórða og síðan ætla ég að gera með þetta mínus F og þá er það mínus F í fyrsta og mínus F í þriðja og þá bara raðast upp rétt, og þá F í sjötta mínus það er mínus F í fyrsta, síðan plus F í fjórða og mínus F í þriðja. Og þetta svarið úr fyrstu skrifum sem á að gera. Það er samlagning, frádráttur og margföldun mín ætti að gera erfiðast og svona deilum. Og fyrir það þá er það þá notar maður svona einsu eins og að kalla, ja, eins og ég kalla stundum. Og þá F í öðru mínus F og þá byrjar maður á F í fjórða plus F í öðru. Og setjum spaðgólf 0 F í þriðja plus F í öðru. Og ég ætla að byrja að gera margföld F í öðru. Það er þá mínus þriðju F í fjórða mínus F í þriðja og fyrst þessi mínus og þetta mínus þá breytist þetta í plús, þannig síðan kemur þá er þetta F í þriðja, það er það næst F í þriðja plus F í öðru og þá byrja lús til að margfalda með X. Það verður þá mínus og hérna er það F í þriðja plus, nei, þetta er að plus, þetta mun breytast í plus eftir að þetta margfaldast sem síðan plus F í öðru og síðan verður þá verður F í öðru en það er þá líka að bæta við 0 X þar til hnorta en það er þá 2X í öðru eftir og það er plus 0 X og þá plus 0 X og þá er hérna þetta margfalda með 2 og það er þá mínus 2X í öðru mínus 2X þannig að það er plus og það er 2X og það er þá afgangurinn og þá er þetta dæmi búið og það fyrir mig.